Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og til að vona á þig og treysta á nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Heyrum heilagt orð Páll postuli skrifar. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum, drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Amen. Og heyrum einnig þessi varnaðarorð úr orðskviðum Salómons. Horfðu ekki á vínið, hver rautt það hvernig það glóir í bikarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu bítur það sem höggormur, spýtir eitri sem naðra. Augu þín munu sjá kynlega hluti
og munnur þinn mæla fáránleika. Þú verður eins og sá sem liggur í úthafinu miðju, eins og sá liggur efst uppi á siglutré. Þeir slógu mig, ég kenndi ekki til. Þeir börðu mig, ég var þess ekki var. Þegar ég vakna af víninu fæ ég mér meira. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Allir tollheimtumenn og bersundugir komu til Jesú að hlýða á hann, en farísear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: þessi maður tekur að sér syndara og samnetir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhver yðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðinn og herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: samgleðjist mér, því að ég hef fundið sauðinn minn sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lofs sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Ísafjörður er fallegur bær sem á sér merka sögu. Hvergi er lognið fallegra en hér á sumarkvöldi þegar fjöllin speglast í sjónum á sléttum pollinum og bátarnir liggja bundnir við bryggjurnar. Samt er það hvorki umhverfið, sagan né húsin sem setja mestan svip á þennan bæ. Nei, það er fólkið sem hér býr og gengur göturnar sem setur mestan svip á þennan bæ. Það er mannlífið sem býr til þetta einstaka samfélag þar sem hver einstaklingur skiptir máli. Í dag þá kveðjum við einn af þeim mönnum sem sett hafa svip sinn á bæjarlífið, Bjarnþór H. Sverrisson, sem allir Ísfirðingar þekkja undir gælunafninu Baddó. Við sáum hann ganga hér strætin, stundum álútan í fasi, mann sem lét ekki mikið fyrir sér fara. Ef hann hitti góðan vin þá brosti hann og spjallaði. En suma dagana sáum við allt annan Baddó. Þá gekk hann hnarreistur eftir götunni, gjarnan í áberandi klæðnaði, kallaði til manna og heilsaði þeim geislandi gleði og lífskrafti. Þá hafði hann bergt á eldvatni og öðrum guðavegum. Okkur þótti öllum svo undurvænt hann Baddó.
Lífsgleði hans og æringjaháttur var smitandi. Allar sögurnar sem streymdu fram af vörum hans, sögurnar sem hann sagði af ævintýrum sínum og óförum, eilífur áhugi hans á fótbolta og Manchester United, og undir öllu þessu sló svo gott og kærleiksríkt hjarta. Við fráfall hans hefur bærinn misst einn litatón úr sinni palettu. Við skulum hugleiða ævina hans Baddós og við skulum rifja upp nokkra atburði. Hann hét fullu nafni Bjarnþór Haraldur Sverrisson. Hann var fæddur hér á Ísafirði þann 3. september árið 1957. Foreldrar hans voru hjónin Sigrún Sigurgeirsdóttir verkakona og Sverrir H. Sigurðsson stýrimaður. Það var móðir hans sem valdi honum nöfnin. Bjarnþór er samsett og vísar til ættingja í stórfjölskyldunni, en Haraldur er draumanafn þar sem maður vitjaði nafns. Í þá daga voru gælunöfn og styttingar mjög algengar í ísfirsku mannlífi og hann Bjarnþór Haraldur var aldrei kallaður annað en Baddó. Baddó var sá þriðji í röð 8 systkina. Eldri en hann eru þau Sveinsína Björg og Sigurgeir Hrólfur, en yngri systkini hans eru þau Sigríður Inga, Kolbrún, Guðmundur Bjarni, Halldór Benedikt og Hafsteinn er yngstur. Seinna voru einnig á heimilinu systrabörn Baddós, þau Sigrún Anna Jónsdóttir og Örn Árnason. Baddó var því alinn upp í stóri fjölskyldu. Fjölskyldan átti heima í Vallarborg, fjölbýlishúsi sem stóð nálægt Króknum og Eyrartúni, en þetta hús er nú horfið í dag. Á þessum árum var mikið af barnafjölskyldum á Ísafirði. Það voru krakkar í hverju húsi og börnin léku sér saman í alls kyns útileikjum. Með æskuvinum sínum Þresti og Mulla var ýmislegt brallað. Einhver tíma kemur Baddó heim til mömmu í kvöldmatinn. Undir borðum hrópar Kauði allt í einu upp og segir: Æ, við gleymdum honum Mulla. En þá hafðu strákarnir verið í indjánaleik og bundið Mulla inn í skúr og gleymt að leysa hann þegar þeir fóru í kvöldmatinn. Já, uppátækin voru mörg og hvert ævintýri rak annað, enda Baddó mjög kröftugur strákur. Móðir hans tók strax eftir þessu, hvernig hann þaut skríðandi gólfin, hvernig hann klifraði upp úr rimlarúminu. Baddó var svona náttúruafl, óbeslað afl alla tíð. Undir gluggunum á Vallarborg var fótboltavöllur. Hafþór, móðurbróðir Baddós, fór einn daginn með strák út á völl og sýndi honum hvað hægt væri að gera með fótbolta. Þetta heillaði Baddó og fótbolti varð hans ástríða, ævin á enda. Baddó var strax á unga aldri með betri og efnilegri knattspyrnumönnum hér á Eyrinni. Meðan aðrir strákar æfðu sig með því að sparka bolta í vegg eða bílskúrshurð, þá æfði Baddó sig með því að skjóta í ljósastaur eða rafmagnsstaur og svo tók hann boltann og kastaði í staurinn og skallaði hann aftur. Með honum í boltanum var æskuvinur hans úr Vallarborg, Ómar Torfason. Þeir æfðu sig með því að hlaupa upp í hlíð og svo niður í fjöru, þar sem þeir lyftu steinum og svo var alltaf verið með boltann á tánum. Baddó gerðist ungur, ákafur stuðningsmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester United. Félagið átti sér dramatíska sögu. Þeir misstu stóran hluta liðsins í flugslysi í München, en svo var líka annað heillandi við United. En með því lék á þessum árum George Best, sem var einn besti knattspyrnumaður Bretlandseyja og þótt víðar væri leitað. Þegar Baddó var spurður að því sem strák púki hvað hann ætlaði sér að verða, þá svaraði hann að bragði:
ég ætla að verða jafngóður og George Best. Auðvitað hefði Battó getað orðið atvinnumaður í fótbolta, líkt og þeir Ómar Torfa og Jóhann Króknes. Hann hafði tæknina og hraðan til þess, auk þess að hafa gott auga fyrir leiknum. En örlögin leiddu hann inn á aðrar brautir. Systir Battós, Sveinsína Björg, börn hennar og fjölskyldur senda hingað sínar hjartans saknaðarkveðjur. Eins saknaðarkveðja frá Hafsteini Sverrissyni, Margréti Björgvinsdóttur og börnum. Og það eru fleiri sem hefðu vilja vera hér en kveðja úr fjarlægð. Það eru samúðaróskir frá Jónu Ingibjörgu Sigurgeirsdóttur og frá Oddgeiri Má og Árna Hlöðveri. Eins kveðja frá Þórdísi og dætrum hennar, Ragnhildi og Guðrúnu. Að lokinni skólagöngu þá fór Battó strax að vinna. Hann réði sig ungur til sjós, hann var eftirsóttur til vinnu enda harðduglegur og úrræðagóður. Sjómennska og störf henni tengd urðu hans ævistarf og hann gat gengið í öll verk, hvort sem það var að vera háseti, netamaður eða matsveinn, en í því hlutverki blómstraði hann enda mikill snyrtipinni og áhugamaður matargerð. Rómaðar voru brauðterturnar og snitturnar sem Battó gerði. Það eru innilega samúðarkveðjur til allra frá Eyrúnu og Steina frá Fagrahvammi með þökkun fyrir allar snitturnar. Það er ákveðin lífstíl sem fylgir oft ungum sjómönnum. Þegar þeir koma í land þá kaupa þeir sér áfengi og fara að skemmta sér. Áfengi losar oft málbeinið hjá fólki og fær fólk til að sleppa ögn fram að sér beislinu. Og þá getur verið býsna gaman. En líkt og stendur í orðskveðum Salómons, þá leynist í áfenginu höggormur, sem stundum bítur menn og eitrar líf þeirra. Alkohólismi er sjúkdómur sem með tímanum skemmir taugakerfi líkamans, æðar, hjarta og fleiri líffæri. Battó fór einu sinni í meðferð og var edrú í nokkra mánuði, en svo var freistingin að lyfta glasi í góðravinahópi í skemmtilegu partíi til þess að hann tók tappann úr flöskunni. Löngu seinna, mörgum árum seinna, sagði Battó eitt sinn að hann væri hættur að drekka áfengi. Hann hefði hætt fyrir 7 árum síðan. Viðstaddir sagði, þar sem að stóð þarna haldandi á uppáhaldsbjórnum sínum Slott Skóld. Nei, þetta er bara bjór, sagði Battó. Ég er hættur að drekka sterkt. Battó var sko alltaf með munnin fyrir neðan nefið og aldrei varð honum svarsvant. Á þessum árum sást hann stundum arka hér göturnar með risastórt kassettutæki á öxlinni, sem notað var til að spila tónlist, sem er ómissandi í öllum partíum. Það er vel við hæfi að vinur Battós, Rúnar Þór og félagar skuli leika og syngja í þessari athöfn. Í mörgum sjómannasöngum er sungið ástir og konuna heima í landi. Battó kynntist Guðrúnu Gísladóttur og átti með henni dulítið ástarævintýri. Ávöxtur þess var sá að þeim Battó og Guðrúnu fæddist dóttir í nóvember 1977. Þetta er hún Sigrún Kapítóla. Hennar maður var Hugi Einarsson sem lést fyrir tæpum áratug síðan. Börn Sigrúnar Kapítólu og Huga eru þau Unnar Freyr, Vigdís Dröfn og Kristján Darri. Svo kynntist Battó konu hér fyrir vestan, Kolbrúnu Sæunni Þorvaldsdóttur. Þau fóru að búa saman. Kolbrún átti fyrir 3 syni, þá Árna Inga, Halldór Inga og Þorbjörn Inga. Og í fyllingu tímans í október 1985 fæddist þeim Battó og Kolbrúnu dóttir. Hún var skírð Helena Dagmar. Það fór samt svo að þau Battó og Kolbrún Sæunn slitu samvistum. Helena minnist föður síns með mikilli hlýju. Hún man þegar hann kom heim á sjónum og færði stelpunni sinni alls kyns gjafir.
hvernig hann kenndi henni að hjóla og renna sér á skíðum. Eftir að Helena hafði flutt með móður sinni norður í land, þá hélt hún áfram að heimsækja Baddó föður sinn hér á Ísafirði, kom hér jól, páska eða sumri til og Helena skrifar pappa sinn, hann var líka besti afi í heimi, gaf krökkunum ís og var stoltur af barnabörnunum sínum, þeim Hörpu Lind, Kolbrúnu Lilju, Anítu Líf og Alexander Þór. Helena Dagmar í sambúð með Ástóri Tómasinni. Ég flyt hér einlægar samúðarkveðjur frá Helgu Guðrúnu Sigurgeirsdóttur og fjölskyldu og eins frá Jóni Gunnari Sigurgeirsinni og fjölskyldu. Seinni hluta ævinnar vann Baddó hjá útgerðarfélaginu Öngli, hjá vini sínum Kristjáni Andra Guðjónsinni, ýmist til sjós eða við beitningu í landi. Kristján Andri staddur erlendis og hann kveður vin sinn með söknuði og fjarlægð. Þá starfaði Baddó líka í mörg ár hjá útgerðinni Krosshamri sem gerði út bátinn Norðurljós IS-3 í eigu Finnboga Jónassonar og svona. Auk þess að vera á sjó þá beitti Baddó í landi og hann felldi af grásleppunetum. Starfsævinu lauk hann hjá fjölskyldufyrirtækinu Harfiskverskun Finnboga Jónassonar á Ísafirði undir stjórn vinar síns Gunnlaugs Finnbogasonar. Ég flyt hér hugheilar saknaðarkveðjur frá Jónasi Finnbogasyni. Seinni árin fann Baddó að hjartað og æðakerfið var ekki alveg upp á það besta. Flestir hefðu farið strax til læknis og fengið pillur við verkjónum, en okkar maður var harður nagli. Og Baddó bara hafði þá aðferð að hann barði sér á brjóst og kvaðst hann vera að banka hjartað í gang. Ýmsir hefðu viljað vera hér í dag og fylgja Baddó síðasta spölinn. Þau kveðja úr fjarlægð. Ég flyt hér innilega kveðjur frá Helgu Sigurðardóttur og fjölskyldu á Akureyri. Það eru innilega samúðarkveðjur frá Elínu Björgu Þráinsdóttur og fjölskyldu. Eins eru hugheilar kveðjur til allra frá Halldóri Vagni Jónsinni. Þá samúðarkveðja frá Huldu Björk Veturliðadóttur. Knattspyrna var eins og áður sagði helsta áhugamál Baddós. Hann fylgdist með ensku knattspyrnunni og svo tók hann þátt í heldri manna fótbolta, Old Boys Football, eins og það heitir á ensku. Einhver tíma hugðist Baddó fara ásamt félögum sínum til að keppa á pollamóti öldunga á Akureyri. Eitthvað voru þeir að velta vöngunum yfir því, hvaða nafn þeir ættu að velja liðinu. Þá stingur Pétur Guðmundsson myndlistarmaður upp á því að liðið heitið Baddó United. Og þarna eignaðist Baddó sitt eigið fótboltafélag og geri aðrir betur. Pétur teiknaði fána og merki félagsins. Fáninn sýnir Baddó í faðmi vestfirskra fjalla, að taka bakfallsspyrnu og svo bjórkrús í hægri hendinni og líklega verið að fagna sigri. Á Akureyri talað polla, í Vestmannaeyjum peyja, en hér á Ísafirði eru strákar oft kallaðir púkar. Það var því vel við hæfi þegar tekið var upp á því að hafa hér á Ísafirði knattspyrnumót fullorðinna að kalla það púkamótið. Baddó tók þátt í þeim flestum ef ekki öllum. Að vísu var heilsu hans þá farið að hraka og læknirinn sagði að hann mætti ekki reyna á sig og yrði því að vera í markinu. Ég les hér upp kveðju. Sendi samúðarkveðju fyrir hönd púkamótsins. Með þökk fyrir góðar stundir með góðum dreng. Baddó mætti alltaf þau 12 ár sem við komum saman á Ísafirði til að spila fótbolta og eiga saman skemmtilega púkahelgi á Ísafirði. Hvíl í friði, vinur, fyrir hönd púkamótsins Halli Leifs. Hann Baddó var gæðablóð. Það sá maður á því hvernig hann kom fram við börn og eldri borgara. Maður sá það líka hvernig hann reyndi ofta að miðla ungu knattspyrnufólki af sinni þekkingu
Og Badó var traustur vinur. Ég veit til dæmis að hann heimsótti oft Torfa Björns og Sigríði Króknes en þau höfðu átt heima í Vallarborg með sín börn. Nú Badó var heiðarlegur maður. Þú gast treyst orðum hans. Ef hann slóði lán, þá var það alveg öruggt að hann borgaði þér það tilbaka. Að vísu sló hann mann oft aftur lán seinna. Nú Badó átti líka marga vini hér í bænum sem litu til með honum. Það voru menn eins og Gunnlaugur Finnbogason og Halldór Eraklídes og fleiri góðir félagar sem voru með honum í skúrnum helgar að horfa á fótbolta. Og þetta svo gott með Ísafjörð. Hér hjálpast fólk að og styður hvert annað. Og það þetta sem gerir Ísafjörð að góðum stað til að búa á. Badó veiktist núna í haust. Það þurfti að taka af honum vinstri fótinn. Það var erfitt fyrir þessa gömlu knattspyrnuhetju að geta ekki lengur gengið og sparkað. Þegar hann lá á sjúkrahúsinu fyrir sunnan þá komu gamlir vinir eins og Ómar Torfa og Rúnar Pétur Geirs að heimsækja hann og hans nánasta fjölskylda var hjá honum í veikindum hans. Bjarnþór Haraldur Sverrisson kvaddi þennan heim þann 17. desember síðastliðinn. Blessuð sé minning góðs drengs. Ástvinir Badós þakka auðsýnda samúð og í minningu hans bjóða þau til erfidrykkju hér í safnaðarsalnum, hér til hliðar að lokinni athöfn. Kista Badós verður að athöfn lokinni flutt inn á Réttarholt í Engidal. Þar í faðmi fjallanna fær hann sitt hinsta leg og hvíld hjá Guði. Það til saga í Biblíunni sem ég held upp á. Hún í Lúkasar guðspjalli. Þar segir frá manni sem á 100 kindur og svo týnist ein þeirra. Þá fer hann og leitar að týnda sauðnum og þegar maðurinn finnur sauðinn þá gleðst hann og fagnar. Og þannig Guð. Hann leitar að mér og hann leitar að þér og hann hættir ekki fyrir en hann hefur fundið okkur. Badó kom stundum hér til kirkju, kom hér í jarðarfarir og ýmsar athafnir, alltaf vel til hafður, strokinn og í sínu fínasta pússi. Auðvitað gekk hann ekki alltaf á Guðs vegum, einkum ef Bakkus var með honum í för, en það fyrirgefst. Eins og Guð fyrirgefur okkur, þannig eigum við einnig að fyrirgefa hvert öðru. Og við getum treyst því að eins og góði hirðirinn setti lambið á herðar sér og bar það heim, þannig mun Guð einnig gera við okkur. Þegar við getum ekki lengur gengið, þá ber hann okkur á herðum sér inn í Guðs ríkið. Og þannig hefur Guð borið hann Badó síðasta spölinn heim í himnaríki. Og við kveðjum hér og við þökkum fyrir lífi manns sem setti sem svip á bæinn. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunn á þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunn á þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn á þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýðþínum Ísrael. Við skulum spenna greipar. Við þökkum þér, himneski Guð og Faðir, að við megum koma fram fyrir þig og stundum gleði og hamingju, en einnig leita til þín þegar sorgin þjakar okkur. Hlustaðu á bænir okkar, þegar við biðjum blessun til handa honum Baddó, bróður okkar og samferðarmanni, sem við felum þér hér í dag. Blessa minningarnar góðan dreng. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauða til lífs. Styrktu ástvinni Baddó sem hér kveðja hann og veittu þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists,
sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Bjarnþór Haraldur Sverrisson, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkt er lifa. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.